Við ætlum að henda okkur fyrst í leik Fram og Vals. Það sem var náttúrulega sjónvarpsleikurinn og Reykjavíkur slagur, Rakel Dögg. Þú varst að lýsa þessum leik og búin að greina hann vel. Valsliðið var ógnarsterkt í þessum leik. Þú varst sérstaklega hrifin af sterkum varnarleikliðsins. Já, ég var hrifin af mörgu í leik Valskvenna í þessum leik, en það er ótrúlega gaman að horfa á að spila vörn og í þessum leik voru þær bara algjörlega frábærar. Framarar með fá svör og þær eru bara rosalega þéttar, þær eru aggressívar, þær voru að mæta Ölfu gríðarlega vel. Þær eru að koma á blindurhliðina þarna eins og við sjáum hér Lofísu gera og ítrekað að stoppa flæðið hjá þeim, láta þær byrja upp og nýtt. Þær eru að pressa framarana í vondar skotstöður. Eftirleikurinn verður þá svona allavega auðveldari hérna fyrir Hafdísi fyrir aftan. Fjórða skiptið sem við kjörum með klippana. Og þetta er bara að þú ert að byrja upp og nýtt og þær eru líka að vinna fullt af boltum með þessum hlaupum, svona blindurhlaup eða hornamaðurinn tekur þá líka hlaupið upp og stelur löngusendingunni. Þannig að það var bara, þær voru bara frábærar varnarlega og framarar einmitt bara í miklu basli með að skora á móti. Og Rakel, auðvitað Valsmenn frábærir í vörn og sókn, en hátt í 20 tapaði boltar hjá Fram í leiknum og margir þessum tæknifeilum í raun og veru bara án þess að Valsliðið var til að setja það undir pressu. Já, akkurat, það var líka fullt einmitt af þannig tæknifeilum sem voru bara hreinlega að kasta bara upp í hendurnar á þeim eða bara hreinlega að kasta boltanum út af. Eitt skipti kostaði beint boltanum í Anton, þarna á hliðarlínunni. Og einmitt er svona að missa boltan svona út af og þetta eru bara, þeir voru með 17 tapaða bolta í leiknum á móti 3 töpuðum boltum hjá Val. Það eitt að sér, ef þessi tölfræði þá er bara erfitt að vinna leiki, ég held að það sé alveg nokkuð ljóst. Svo bara eru Valsarnir líka hrikalega öflugir í að refsa og gera það ítrekað með bara keyra upp völlinn og hvar er framliðið þarna? Akkur er ekki búin að bakka? Akkur er ekki Harpa komin aftar? Eða akkur fær hún sénsinn á að senda þarna á Þóri? Og þetta fannst mér vera gerast of oft, sérstaklega í ljósi þess að aðalsmerki Framkvenna hefur verið að hlaupa vel fram og tilbaka. Ási, Fram tapaði óvænt fyrir Stjörnunni rétt fyrir jól og fylgjaði síðan eftir með mjög vondu tapi. Auðvitað er Valsliðið firnasterkt og allt það, en það er ekki alveg sama hvernig þú tapar. Nei, þetta er vont tap, tapa með 11 mörkum. Þetta lítur Valsliðið vel út. Frábærar færslur varnarlega svo út að horfa þegar bakkarnir hóta og þristanir halda sínum stöðum og hornamennir fylgja eftir og hornin eru skilin eftir, þannig að allir völlurinn verður lítill. En þú getur ekki tapað 17 bolti á móti og ætla að vinna liðið sem eru á toppnum. Það er ekki fræðilegur möguleiki, þannig að það er bara hefnar að sleppa með 11 mark tap.